Engar hvalveiðar verða hjá Hval hf í sumar. Fyrirtækið sem með veiðileyfi til 5 ára mátti veiða yfir 200 dýr á þessu ári. Fyrrverandi eigandi fiskútflytjandans Sæmarks var í héraðsdómi dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir skattalagabrot og gert að greiða tæpa 2 milljarða í sekt. Þetta einn þyngsti dómur sem fallið hefur í skattsvikamáli hér á landi. 5 manna fjölskylda fórst í þyrluslysi í New York í gær ásamt flugmanni þyrlunnar. Myndir af fjölskyldunni voru til sölu á vefsíðu þyrlufyrirtækisins í nokkra klukkutíma eftir slysið. Kristrún Frostadóttir var endurkjörin formaður Samfylkingarinnar með nánast öllum greiddum atkvæðum á landsfundi flokksins sem hófst í dag. Sjálfkjörið í flest embætti. Og Húsavíkurhöfn breyttist í kvikmyndaver í dag þegar tæknimenn á vegum BBC tóku þar upp kynningaratriði Bretlands í Eurovision söngvakeppninni. Gott kvöld. Hvalur hf ætlar ekki að veiða hval í sumar. Formaður Verkalýðsfélags Akraness segir þetta slæmar fréttir og fjárhagslegt högg fyrir starfsfólk, nær samfélagið og þjóðarbúið. Heimildamenn fréttastofu herma að Kristján Loftsson forstjóri Hvals hafi tilkynnt starfsmönnum þetta í vikunni. Ekki hefur náðst í Kristján til að fá nánari skýringar en heimildir herma að ákvörðunina megi meðal annars rekja til verðs á afurðum, kostnaðar við að koma þeim á markað og þungs regluverks. Eftir því sem fréttastofan kemst næst á þessi ákvörðun bara við vertíðina í ár. Vilhjálmur Birgisson formaður Verkalýðsfélags Akraness hafði ekki heyrt af ákvörðun Hvals þegar fréttastofan ræddi við hann síðdegis, en tíðinda hafi verið beðið hvort veitt yrði eða ekki. Hann sagði þetta sorgarfréttir og þungt fjárhagslegt högg fyrir nærsamfélagið og þjóðarbúið í heild. Bjarni Benediktsson, þáverandi matvælaráðherra, veitti í desember Hval hf leyfi til veiða á langrauðum í 5 ár. Árið 2023 stöðvaði Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra veiðar tímabundið skömmu áður en þær áttu að hefjast á þeim grundvelli að veiðiaðferðin samræmdist ekki lögum velferð dýra. Umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að reglugerð sem sú ákvörðun byggði á hefði ekki átt sér nægilega skýra stoð í lögum. Stuttvertíð varð haustið. Engar langrauðar voru veiddar í fyrra og sú skýring gefin að Bjarkey Gunnarsdóttir Olsen, þáverandi matvælaráðherra, hefði gefið veiðileyfið út svo seint. Sigurður Gísli Björnsson, fyrrverandi eigandi og framkvæmdastjóri fiskútflytjandans Sæmarks, var í héraðsdómi Reykjaness dæmdur í 3 ára óskilorðsbundið fangelsi fyrir skattalagabrot. Hann var einnig dæmdur til að greiða tæpa 2 milljarða í sekt. Fram kemur í dómnum að brot Sigurðar hafi verið stórfelld og þeim leynt með skipulögðum hætti. Hann var meðal annars ákærður fyrir að vantelja laun og rekstrartekjur félagsins og skila inn röngum skattframtölum. Nafn Sigurðar var í svokölluðum Panamaskjölum og rannsókn yfirvalda hófst árið 2017. Þetta með þyngstu dómum sem hafa fallið fyrir skattalagabrot hér á landi. Og þá út í heim, 36 sinnum hafa aðeins konur og börn verið drepin í árásum ísraelska hersins á Gaza síðustu 3 vikur. Þetta kemur fram í úttekt Mannréttindastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Þar segir að herinn hafi alls gert 224 árásir á íbúðarhús og tjaldbúðir flóttafólks á 3 vikna tímabili eða síðan vopnahlé var rofið á Gaza 18. mars. Árásir Ísraela héldu áfram í nótt. 10 voru drepin, þar á meðal 7 börn, í loftárás á hús í Khan Yunis fyrir dögun í morgun. Fólkið allt úr sömu fjölskyldu að sögn yfirvalda á Gaza. These and other attacks raise serious questions about Israeli forces' compliance with international humanitarian law, particularly the principles of distinction, proportionality and precaution in attack. Intentionally directing attacks against civilians not taking a direct part in hostilities constitutes a war crime. Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gaza hafa nú yfir 50.800 verið drepin þar undanfarið hálft annað ár. Fleiri en 15.000 þeirra eru börn. Þúsunda saknað og óttast að mörg þeirra séu grafin í rústum húsa. Í þá rúmlega 500 daga sem árásir Ísraelshers hafa staðið yfir síðan 7. október 2023 eru 30 börn drepin á dag að meðaltali. Það þýðir að barn drepið á Gaza á 45 mínútna fresti. I think it's important for us, first of all, to remember that every second person in the Gaza Strip is a child. They make up 50% of the population. And so we're talking about
1.1 million children in the Gaza Strip. Tess Ingram segir að hræðilegt ástandið hafi enn versnað nú síðast þegar vopnahlés áform runnu út í sandinn í mars. Right now, these children face what UNICEF is describing as a hellish scenario. The Gaza Strip is one of the most dangerous places in the world to be a child, and over 1,000 children have reportedly been killed or injured in that first week alone since the ceasefire broke down. That is the highest death toll in 1 week in Gaza since the beginning of the conflict. Ingram hefur dvalið á Gaza nokkrum sinnum síðustu misseri. When I was there in 2024, I sensed that there was still hope in a way, that despite the horrors that these families have been through, that they still hoped that this would end and that they would be able to go home. But on this last trip, I felt like that hope was fading. And I think we need to, as an international community, do everything that we can to keep that hope alive. Because that hope and that potential for a lasting peace for the children of Gaza is what children really need the most. Nánar verður fjallað börnin á Gaza í heimskviðum á Rás 1 eftir hádegisfréttir á morgun. Afturringað heim. Umboðsmaður Alþingis telur að staðfesting strandsvæðisskipulags Austfjarða fyrir 2 árum hafi ekki verið í samræmi við stjórnsýslureglur. Starfsmaður innviðaráðuneytisins hafi komið að málinu á 2 ólíkum stigum stjórnsýslunar og því verið vanhæfur. Umboðsmaður beinir því til ráðherra að taka til skoðunar hvort og þá hvaða áhrif þessi niðurstaða kann að hafa á núverandi skipulag. Það var VAFA, félag vernd fjarðar, sem kvartaði til umboðsmanns, en félagið hefur barist gegn sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Katrín Oddsdóttir, velkomin. Þú ert lögmaður félagsins sem kvartaði til umboðsmanns. Hvaða áhrif kann þessi niðurstaða hafa á uppbyggingu sjókvíaeldis á Austfjörðum? Ég held hún hafi minnst þau áhrif að það alveg ljóst að verður ekki hægt að veita nein frekari leyfi að svo stöddu til sjókvíaeldis fyrir austan. Svo verður að skoða það hvort að það náttúrulega lagfæra þetta, byrjaði på nýtt myndi ég segja á skipulaginu, vegna þess að vanhæfnisreglur eru þannig, það eru svona öryggisreglur stjórnsýsluréttarins og ef að slíkar reglur eru brotnar þá þýðir það að það verður að ógilda ákvörðunina af því að þetta snýst ekki bara það að þarna hefði eitthvað vafasamt geta átt sér stað heldur að almenningur verður að geta treysti að svona reglur séu einfaldlega ekki brotnar. Þannig að ég held að sé einboðið að það verður að ógilda skipulagið og hefjast handa á að gera það almennilega vegna þess að það voru líka á því fjölmargir alvarlegir aðrir ágallar. Þannig að þarna gefst bara tækifæri myndi ég segja til að vinna málin almennilega og sjálfsögðu koma Seyðisfirði í var frá þessu. Ráðherra, honum falið að meta framhaldið og þá eftir að koma í ljós hvernig það verður, en hvernig ætlið þið að bregðast við? Við munum bara halda áfram að berjast gegn þessu sjókvíaeldi hérna í Seyðisfirði. Það nú leyfið sem að tilstendur að veita ef að marka má Matvælastofnun og aðrar stofnanir. En það bara í raun og veru gjörsamlega galin niðurstaða vegna þess að það eru svo margar alvarlegar forsendur sem hafa ekki verið yfirfarnar og mörg alvarleg rök gegn því að heimila þetta að þetta nú bara eitt af því sem bætist þarna við. En þetta hins vegar þannig að þetta setur málið á algjöran núllpunkt og umboðsmaður orðar hlutin alltaf svona vegna þess að umboðsmaður hefur ekki heimild til að ógilda neitt sjálfur og felur þessuna ráðherranum það valduð þetta sem hún hefur, Inga Sæland í dag og það einboðið að það verður að bregðast við þessu. Þetta ekki svona hluti af einhverjum smávægilegum aðfinnslum, þetta bara mjög alvarlegt. Við sjáum hvað gerist í framhaldinu. Katrín Oddsdóttir, takk kærlega fyrir að koma til okkar. En þá förum við út í heim því að algjört tollastríð skollið á milli Kína og Bandaríkjanna sem setja bæði meira en 100% toll á innflutning hvors annars. Þegar Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti 54% toll á Kína fyrir nokkrum dögum, hækkuðu Kínverjar sína tolla upp í 34%. Bandaríkjastjórn hækkaði þá sína tolla upp í 104% og Kína svaraði með 84% tollum á Bandaríkin. Því svöruðu Bandaríkjamenn síðan hæl með 145% og í morgun hækkaði Kína toll á bandarískar vörur upp í 125%. Trump tilkynnti á miðvikudag að tollaaðgerðum hans yrði frestað 90 daga vegna skarpra viðbragða á mörkuðum, en það gildir þó ekki Kína. Í þessari verksmiðju í Kína hafa menn áhyggjur af þróuninni og eru farin að undirbúa flutning til þess að komast undan tollum. 目前在美国的售价，它大概在差不多30-40美金一双，这一片基本上都是去我们美国的。会担心未来因为政策原因，我们这里会有更多的
库存。应该是在5月初也是要启动的，因为相比之下柬埔寨办事还 Hinum megin við Kyrrahafið í leikfangaverslun í Los Angeles eru menn líka áhyggjufullir. Mostly everything, 90% comes from China, and obviously we are really concerned because as the president has announced 125% tariff will double the price, even more than double the price of the product. Svo eru þeir sem eru á annarri skoðun. Sjómenn í Texas sem veiða rækju á Mexíkóflóa þurfa ekki lengur að keppa við innfluttar rækjur. Venjulega gefur það ágætlega að veiða rækjur og selja í Bandaríkjunum, en það breyttist þegar ódýrari rækjur frá Suður-Ameríku, Indlandi og Kína tóku að streyma inn á markaðinn. The last year or so, things have started ticking up, but we really needed something to help us, propel us back into profitability, and it looks like these Trump tariffs are going to be able to do that. Samkeppniseftirlitið hefur hafið rannsókn á hugsanlegum samkeppnislagabrotum í tengslum við stofnun stéttarfélagsins Virðingar. Önnur stéttarfélög á borð við Eflingu hafa ítrekað haldið því fram að Virðing sé ekki raunverulegt stéttarfélag og hafi verið stofnað af samtökum fyrirtækja á veitingamarkaði. Rannsókn eftirlitsins beinist að því hvort forsvarsmenn nokkurra veitingastaða hafi með stofnun félagsins átt í ólöglegu samráði. Lögmaður samtakanna segir í samtali við Fréttastofu að þau hafni ásökununum. Ég vonast til þess að niðurstaða samkeppniseftirlitsins verði sú að þarna sé sannarlega ólöglegan gjörning að ræða. Virðing er ekkert annað en skúffufélagssveit. Sveit hefur gert kjarasamning við sjálft sig. Það er auðvitað óheimil. Ég vona að það verði niðurstaðan og að það leiði svo til þess að Virðing auðvitað bara lognist út af. 5 manna fjölskylda frá Spáni var í þyrlunni sem hrapaði í Hudson ána í New York í gær. Flugmaður þyrlunar fórst einnig. Spaðar þyrlunar virðast hafa losnað af skömmu fyrir slysið. Þyrlan tók á loft klukkan 3 í gær og eftir það bil stundarfjórðung virðast spaðarnir hafa losnað af og þyrlan hrapaði til jarðar. I work from home full time, and I actually heard it before I saw it, but it almost sounded like 5 or 6 gunshots out of the sky. So I looked out my window and I saw a helicopter falling to pieces. I saw several pieces come off of it. They all smashed into the water. It was very scary to see. 4 voru úrskurðaðir látnir á vettvangi og 2 til viðbótar þegar komið var á sjúkrahús. 3 adults and 3 children were on board a Bell 206 helicopter that had left from the downtown Skyport just about 3 p.m. The pilot and his family visited from Spain with our preliminary information as at this time. Augustín Escobar, háttsettur starfsmaður Siemens, kona hans Merce Camprubí Montal og börn þeirra 3 stiltu sér upp á mynd fyrir framan þyrluna skömmu fyrir flugtak. Farþegum býðst að kaupa myndir á vef þyrlufyrirtækisins. Myndin af fjölskyldunni var til sölu í 4 klukkustundir áður en hún var tekin út af vefsíðunni. Tildrög slyssins eru enn til rannsóknar. Landsfundur Samfylkingarinnar var settur í dag og þar er Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður. Þú hefur fylgst með í dag, Magnús Geir. Hvað hefur borið hæst? Já, dagur hefur fyrst og fremst farið í hefðbundin aðalfundarstörf og þau standa reyndar enn því hér funda málefnanefndir í hverju horni. Hluti af hefðbundum aðalfundarstörfum eru kosningar í hinn ýmsu embætti. Það er svo að það var sjálfkjörið í flest þeirra. Guðmundur Árni Stefánsson var til að mynda sjálfkjörinn varaformaður Samfylkingarinnar. Það var reyndar barist ritarembættið. Þar hafði Guðný Birna Guðmundsdóttir, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ, betur með nokkuð afgerandi. En lög Samfylkingarinnar segja til að þótt einn sé í formannsframboði að það þarf að kjósa. Niðurstaða þeirra kosninga var svo að Kristrún Frostadóttir fékk 98,67% atkvæða. Það voru 300 sem kusu, 296 kusu Kristrúnu og 4 skiluðu auðu. Já, liggur beint að spyrja Kristrún, ertu búin að hafa upp á þessum 4? Nei, það er lýðræði í flokknum, þannig að það er allt í lagi að fólk hafi tækifæri til þess að segja sína skoðun. En þú hlýtur að vera bara nokkuð sátt við þessa niðurstöðu? Ég er auðvitað mjög ánægð með þetta og ég held að þetta endurspegli það sem að fólk finnur mjög víða í samfélaginu og auðvitað inn í Samfylkingunni, að það er mikil samstæða í flokknum, það er mikil hugur í fólki og Samfylkingin er sannarlega að verða þessari breiðfylkingu sem hún var stofnuð til að verða.
Þið eru að fagna 25 ára afmæli, það hafi verið hæður og lægðir í sögu þessa flokks. Ertu ánað með Samfylkinguna á þeim stað sem hún er núna? Ég er auðvitað ótrúlega stolt af Samfylkingunni núna fyrst og fremst. Það hefur verið mikil vinna lögð í þetta undanfarin ára að endurbyggja flokkinn, fara aftur í kjarnan og fókusera svona grunnstef jafnaðarstefnunnar, ef svo má segja. En auðvitað er það þannig að þessi vinna er bara rétt að byrja vegna þess að við verðum dæmd af verkum okkar í þessari ríkisstjórn. Þannig þess vegna skiptir þessi fundur líka máli að við svona skerpum á stefnunni, að það komi meiri hugur í fólk og við höldum okkur við efnið. Er öðruvísi að labbir á landsfund sem forsætisráðherra í ríkisstjórn en í stjórnarandstöðu? Það er auðvitað öðruvísi. Það er auðvitað þannig að þú hefur aðeins minni tíma með flokknuðinu, þú ert komin í þessa stöðu og þess vegna er líka svo dýrmætt fyrir mig að fá koma hérna og hitta fólki mitt sem er búið að auðvitað hjálpa okkur undanfarin ár. En það breytir því ekki að maður þarf líka að sinna flokknum og grasrótinu og fólkinu í landinu. Takk fyrir það, Kristrún. Já, hér verður fundað langt fram á kvöld og svo heldur fundurinn áfram á morgun með sérstakri hátíðardagskrá. Við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með því en segjum þetta gott hérna úr Grafarvogi. Takk fyrir það, Magnús Geir Eyjólfsson á landsfundi Samfylkingarinnar og við förum þaðan og í Hörpu ef mér skjátlast ekki því í dag eru 80 ár síðan einn vinsælasta söngvari þjóðarinnar Vilhjálmur Vilhjálmsson fæddist. Hann lést fyrir aldur fram í bílslysi rétt tæplega 33 ára. Í tilefni dagsins brestur á með stór tónleikum í Eldborg í Hörpu klukkan 8 og þar á sviðinu er Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður. Og hér er bara, rétt rúmur hálftími þangað til hleypt verður inn í salinn og hann verður sko pakkfullur í kvöld og það eru meira að segja tvennir aukatónleikar á morgun hér og svo eru tvennir fyrir norðan og Akureyri eftir viku. Þannig að hér verður stór hljómsveit og svakalegt stuð en forsprakkin er hér. Þessi lög, af hverju lifa þau svona? Það er góð spurning. Þau náttúrulega koma út á þessum tíma þar sem útvarpið er náttúrulega komið út allt og allir fara að hlusta á sömu tónlist. Og ég meina ef ekki segja bara að lögin hafi verið samin á þessum tíma. Við erum bara búin að vera að herma eftir sig það. Þetta er alveg sígilt og þú ert með fullt af stjörnum hérna veit ég og við höfum ekki tíma til að telja þær allar upp en þú ert líka hér með leinigest. Já, ég svona er með frábæran leinigest og hann eina sem að þekkti Villa og starfaði með Villa og Þura mín, elsku Þura sig sko. Yndislegt. Og hún er að koma hingað í Eldborg, trúið því, í fyrsta sinn, hún hefur aldrei sungið í Eldborg áður. Býtu, hvernig leggstu til þig? Bara dásamlegt. Það er að hafa þessa hljómsveit sem hérna er, allt þetta fagfólk, söngvara, Friðrik Ómar, þetta er dásamlegt. Og þú söngst einmitt með Vilhjálmi, til dæmis eigum við upptöku frá 1967, þar sem þú voru bæði í áramótaskaupinu, ung og fögur. Nú er ég bara fögur. Já, það er þínu. Hver er að telja sig hérna bara? En getið fyrir okkur sungið, gefa okkur smá nasa sjón af því sem að vera hér í kvöld? Já, það ekki. Á smá músíku. Frátt er svo með öllu illt að eigi boði gott. Það má finna út úr öllu ánægju vott. Og þótt alla þetta langi lífsins lukkupott er sagt að fátt sé svo með öllu illt að eigi boði gott. Er sagt að fátt sé svo með öllu illt að eigi boði gott. Já, hérna. Keppendur Bretlands í Eurovision vörðu deginum á Húsavík í dag þar sem tæknimenn á vegum BBC tóku upp kynningaratriði Breta í keppninni. Það er því óhætt að segja að Eurovision-ævintýri Húsvíkinga hafi verið endurtekið í dag. It feels like we're in a Disney film. Disney movie. Yes, it's so beautiful here. I can't believe it exists in real life. Breska hljómsveitin Remember Monday sem keppi fyrir hönd Bretlands í Eurovision mætt til Húsavíkur til að taka upp eigin útgáfu af laginu Húsavík My Hometown úr kvikmynd Will Ferrells Story of Fire saga. Keppendur í Eurovision í ár mega velja ábreiðu af lagi að eigin vali sem svo verður birt á miðlum keppninnar og Remember Monday valdi Húsavíkurlagið. We honestly think it might be one of the most beautiful songs in the entire world. Yes, we really love it. We all cry every time we listen to it. So as soon as we heard it, we were like, and as soon as we'd been offered Eurovision, we were just like, this has to be something we cover. And
what better place to sing it than in the place where it was originated from? Tökulið frá Film Húsavík og Kastormiðlun taka atriðið upp fyrir BBC og Húsavíkurhöfn sviðsmyndin. Og stúrknarkorinn úr bíómyndinu The Story of Fire Saga endurtekur að sjálfsögðu leikinn frá því fyrir 4 árum. Var ekkert svona mikill vandi að koma öllu í gang aftur? Nei, þær eru svo góðar í svartriði. Það kunna þetta ennþá og þetta var svo vel gert á sínum tíma þannig að það var bara, við vorum fljót að rifja þetta upp. Þetta nú svolítið gaman að fá að taka þátt í þessu aftur. Virkilega skemmtilegt og segir ykkur bara hvað Eurovision skemmtilegur viðburður. Skulum við gá hvernig veðrið á að vera bæði á Húsavík og á öðrum stöðum á landinu. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hans spáir því að það dragi úr vindi og éljum í kvöld og að víða megi búast við næturfrosti í nótt. Á morgun snýst svo í vaxandi austanátt og úrkomubakki fer inn á sunnanvert landið með rigningu eða slyddu en bjart framan af fyrir norðan. Hiti allt að 8 stigum að deginum. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Breiðablik og Valur munu aftur berjast Íslandsmeistaratitilinn í bestu deild kvenna í fótbolta miðað við spá leikmanna og þjálfara. Liðin mætast einmitt í meistarakeppni KSÍ í kvöld. Íslandsmótið í hópfimleikum var haldið í dag og keppnin í kvennaflokki var hörð. Skautafélag Akureyrar varð í gær Íslandsmeistari karla í ísokki eftir 2 ára bið og 19 ára Íslandsmet féll á Íslandsmeistaramótinu í sundi í dag. Íþróttir hér handan við hornið. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Engar hvalveiðar verða hjá Hval hf í sumar. Fyrirtækið sem með veiðileyfi til 5 ára mátti veiða yfir 200 dýr á þessu ári. Fyrrverandi eigandi fiskútflytjandan Sæmarks var í héraðsdómi dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir skattalagabrot og gert að greiða tæpa 2 milljarða í sekt. Þetta einn þyngsti dómur sem fallið hefur í skattsvikamáli hér á landi. 5 manna fjölskylda fórst í þyrluslysi í New York í gær ásamt flugmanni þyrlunnar. Myndir af fjölskyldunni voru til sölu á vefsíðu þyrlufyrirtækisins í nokkra klukkutíma eftir slysið. Kristrún Frostadóttir var endurkjörin formaður Samfylkingarinnar með nánast öllum greiddum atkvæðum á landsfundi flokksins sem hófst í dag. Sjálfkjörið í flest embætti. Og Húsavíkurhöfn breyttist í kvikmyndaver í dag þegar tæknimenn á vegum BBC tóku þar upp kynningaratriði Bretlands í Eurovision söngvakeppninni. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Þessum fréttatíma lokið, verið þið sæl og góða helgi. Á RÚV í kvöld. Ég alveg óbóðslega stressuð. Og maður á að klára matinn. Það alveg rétt.